slökkviliðin á leiðin í tjón, þá er þetta svona meðaltæli tæplega 3 milljónir sem að fara forgörðum. Nú, þegar við erum að bera saman síðan að skoða líka hvort að sé einhver árangur að þessu sem við erum að gera, að ef við berum saman tjónatölurnar hjá tryggingafélögunum og síðan bara við þessar matsupphæðir sem eru þá eingöngu sem fasteignatryggingarnar, við erum ekki með upplýsingar aðrar tryggingaupphæðir, en þær eru náttúrulega inn í tjónatölunum hjá tryggingafélögunum, að þá sjáum við líka að þessar tölur eru á réttri leið. Þetta fer minnkandi þessar tölur. Þannig og svo sjáum við það eins og sést náttúrulega vel á þessum árum að þetta eru bara 1, 2, 3 tjón á ári sem að kannski raunverulega skipta máli í upphæðunum. Því að við erum svo oft með örfá tjón og hér er öll árin sem ég er búinn að vera að skoða þarna á þessu tímabili, að þá er þetta innan við 5 tjón sem eru með lungan af upphæðunum, svona bilinu 60–70% af heildinni og hefur farið alveg niður í 1 tjón. En þetta er líka tölur sem eru á réttri leið. Þetta er svona önnur af mínum alveg uppáhaldsmyndum, en það sér enginn neitt út úr henni, en er samt að segja satt. Þetta er skiptingin á milli tryggingafélaganna. Svo getið þið bara valið ykkur hvaða tryggingafélag þið tilheyrið. Þetta er viljandi ekki gert þannig að liturinn í lógóinu á tryggingafélaginu passi við þessa mynd. Og hérna sjáum við að bláa tryggingafélagið er farið að vera með töluvert minna af tjónum heldur en það er svona á heildina á leiðinni niður. Ég veit ekki hvort að markaðshlutdeild þeirra hefur minnkað eða hvort að þeir séu bara með betra fyrirbyggjandi starf. En þeir eru allavega koma betur út úr svona síðustu árum. En svo sjáum við að græningirnir hérna þeir taka svona stundum svona góða spretti og eru dálítið háir svona í fyrra. Þessi fjólublá hérna liggja svona nokkuð í jöfnu og svo er líka þessum rauðu dálítið hérna. Þetta kannski sýnir betur svona hvernig tjónin er að sveiflast á milli tryggingafélaganna. Og þetta er sömu litirnir eins og verið hefur, og við sjáum að þessir rauðu liggja mjög oft svona einhversstaðar við 30%, hafa náð næstu í 2-földum árangri hérna 2015, farið þá upp í tæplega 60%, og svo er eitt góðæri ár hjá þeim 2016 þegar þeir eru bara með 14% af upphæðinni. En við sjáum að þessir grænu hafa verið að taka dálítið yfir svona síðustu árin, og 2016 er þeir að ná tæpum helmingi, meðan að 2012 voru þeir svona tiltölulega skaplegir. Svo sjáum við að þessir bláu hafa verið að svona komið betur út úr þessu svona síðustu árin. Er þetta bara fasteignatjón eða líka lausafé? Þetta er öll tjónin sem þeir eru að gefa okkur upp, og inn í þessu líka rekstrar tjón þar sem þau eru gefin upp, en það er ekki inn í þessu tjón á völdum mengunarslysa. Við höfum kallað eftir þeim núna í 10 ár, og allan þann tíma þá beið ég eftir að fá fyrstu tölur. Þetta er eins og bara í kosningunum við bíða alltaf eftir fyrstu tölum einhversstaðar. Ég hef ekki fengið krónu uppgefna ennþá í þar sem þeir hafa verið að bæta tjón út af mengun eða einhverju slíku. Það var alltaf ekki verið sent neitt, og
vonandi hefur ekki orðið neitt mengunarslys á Íslandi þessi 10 ár. Eru líka sömu tölur á bakvið þessar skífur eins og í áðan? Altså sömu liðir? Já, þetta er ég voni ekki ruglast á litunum, þetta á að vera það sama. Og við sjáum sett hvað þeir grænu eru orðnir svona stórir, en þar er mjög mikið að þeir hafa verið að ná sér í stór tjón. Besta árið hjá þeim er 2015 aftur á móti. En þetta er ótrúlega mikil sveifla á milli ára og milli tryggingafélaganna sem sýnir í raun og veru að hvað svona má segja brunavarnir í þessum stóru, dýru fyrirtækjum okkar, hvað þarf í raun og veru kannski meira að fara að, ef við ætlum að horfa á þessi eignatjón, horfa ennþá meira á þau. Nú, eitt af því sem við fáum líka út úr útkallstölunum frá sem að slökkvilið fylla út, það er ástæður bruna að mati slökkviliðsins sem þeir setja inn í skýrslurnar, og þar er stærsti parturinn er ókunnugur, en ef maður tekur bara þessar þekktu skýringar þar sem þeir eru að mata á þessu, tölurnar frá lögreglunni eru töluvert öðruvísi, að þá sjáum við í raun og veru hvað til dæmis eldavélarnar eru stór partur af þessu, íkveikjurnar eru svona cirka 10% og þetta er kerti og sígarettur. Hérna sjáum við þennan hættulega hóp hérna sem heitir iðnaðarmenn, og þarna er mjög mikið brunar þegar maður horfir á tölurnar á lögreglunni, sem eru svona slípirokkar og slíkar græjur frá iðnaðarmönnum, að í iðnaðarbyggingum þá er þetta stærsti parturinn eftir lögreglutölunum. Svo sjáum við reykingar og slíkt sem að að koma inn, flugeldar eru koma fram þarna líka, en þetta er svona tölur sem er í raun að byrja að koma fram núna. Er þetta ekki bara komið eitt heilt ár? Þetta er annað ár. Þetta er annað ár. Að svona eftir kannski 5 eða 10 ár þá verður gaman að fara að skoða í raun hvernig þróunin verður í þessum tölum. En það er eitt sem er alltaf gaman að skoða líka þegar maður er að borga útsvar, þá fer þetta í eitthvað alls konar fínir í, og út úr árbók sveitarfélaganna þá nær maður ekki að greina á milli brunamála og almannavarna, en þessi þáttur er svona í kringum 1,37% af útsvarinu sem fer í þetta, og undir þessum lið, og þetta samkvæmt sveitarfélag er búið að samræma skráninguna milli sveitarfélaga. Það sveitarfélag sem eyðir minnstu í slökkvilið eyðir krónu 0 og hefur gert í mörg undanfarin ár. Það er bara krónu 0, og miðað við brunatjón í því sveitarfélagi þá er það langefst. En það er ef maður deilir með 0 upp í einhverja tölu þá er maður býsna góða tölur. En hvaða sveitarfélag er það? Hvaða sveitarfélag er það? Þetta er sveitarfélag sem er með 46 íbúa og það var að fara að virkja stórt af maður núna. Árneshreppur? Já. Okay, og hann hefur ekki verið með skráð krónu í brunavarnir eða almannavarnir núna í mörg ár. En dýrasta slökkvilið á landinu kostar 61.254 á mann. Og þetta er langdýrasta. Og hvaða slökkvilið er það? Þetta er slökkvilið sem tók að sér að slökkva í álveri, og er það slökkvilið sem hefur fengið langsamlega stærsta bruna sem sögur fara af á Íslandi. Þetta slökkvilið Fljótsdalshéraðs þá? Nei. Fjarðabyggðar? Fjarðabyggðar. Okay.
Þetta er dýrasta slökkvilið á landinu. Miðað við þessar tölur. Og þetta er sem sagt ekki að tekna tilliti til sem sagt tekna og svona sem koma inn. Þetta er í raun og veru rekstrarkostnaðurinn á liðinu sjálfu. En að meðaltali þá skrifa ég það eftir þannig skjör. Að meðaltali er þetta 11.600 krónur á mann og þetta er rétt tæplega tvöfalt brunatjónið á mann. Bætt brunatjón eru 6.159 á mann meðan að slökkviliðin og almannavarnir kosta okkur 11.644. En ekki reiknað að það kosti 2 krónur að bjarga hverju krónu. Nú, þetta er nú síðasta mynd sem ég ætlaði að sýna ykkur og eftir að ég ákvað að hætta þá veit ég ekki hvað ég er búinn að fá marga svona myndir það sem ég ætla ekki að gera þegar ég er hættur. Og þetta er bara tekið svona smá texti úr nokkrum tölvupóstum með mjög góðum ráðleggingum til mín. En þetta er fyrsti parturinn af borgarlínunni og slökkviliðið vildi ekki ef að vagninn kæmi að þeir myndi keyra yfir slöngunar og þeir settu þarna varúðar, svona klossa þarna yfir slöngunar sínar og nú, kaffi átti að koma kl. 9 og ég bladraði akkúrat til 9 til þess að það myndi standa akkúrat saman. Hvað gerðist í brunanum með heita pottin? Hvar? Í hvað? Það fór stýribúnaðurinn í þessum pottum sem við skoðum í fyrra. Það held ég að verið stýribúnaðurinn í minnst ákvæmst 2 þeirra. Þetta var allt saman rafmagnskynnt. Þetta er ekki hitaveituskellurnar sem en það var eftir sem ég best veit, svona hitaveituskel brunnið. Það var með svona loftóti sem brann yfir mótorinn í loftælunni og þetta er einn af þessum pottum sem brann. Þar virtist hafa komið bara bleita inn í stjórnbúnaðinn. Þetta var svo illa frá þessu gengið og þar náði fólk að slökkva bara með handslökkutæki og ég sá þann pott bara í tölunum frá tryggingafélögunum. Það kom aldrei í fréttum eða í útköllum að það hefði brunnið svona yfir. En svo með ég aðeins að tala við slökkviliðsstjóra og fá hann til þess að tala við heimamenn, þá kom það í ljós að þetta hefði bara annað snjóaði ringt inn á stýribúnaðinn. En hinir hafa verið út af því að menn hafa verið að stækka upp hitaelementin í pottunum án þess að breyta neinu öðru og þá keyrir þessi búnaður, nú fer ég að tala svona rafmagnsmál og þá fara þeir nú alltaf að vera skrýtnir þessi rafmagnsmál, að þegar þú ert farin að tengja kannski 5-6 kW hitaelement inn á bara, má segja, óbreyttan og kannski ert með aðeins stærri kopparnagla í örygginu. Þetta rennir hann bara vel og þá keyrir hann allur heitur og þá allavega hefur hann trosnað mikið niður og brunnið. Þannig að þetta hafa verið þetta rafmagnsspottarnir sem eru að gefa sig. Já, og það sem menn hafi verið sammála það sem má ekki gera eftir ég hætti, það er að hætta. Þetta held ég hafi verið síðasta myndin mín. Þá þakka ég fyrir mig og nú getum við að fara í kaffi. Ég. Þú ekki björnum að það er játt.
Það er bara helviti gott. Jó, það er ágætt að geta frjálst. Já, það er engin snilliflug og maður mætir bara þegar maður mætir og fer þegar maður nennir ekki meira. Já, og ekki plögg svona. Nei, ekkert svona. Ekkert ef maður getur bara sjálf og skættir. Já. Og ég verið svo smá